Já, komið sæl. Það er nokkuð rólegt veður hjá okkur framundan. Lægðirnar þar koma nú hérna langt fyrir Sunnaland og koma hérna, taka síðan land hérna á Bretlandseyjum og Spáni og Frakklandi. En hæðin aftur á móti yfir Grænlandi að hún svona ætlar að stjórna hjá okkur veðrinu. Hún ýtir lægðunum svona suður á bóginn og síðan svona þegar kemur fram á næstu viku að þá verður hún svona hægt og rólega búin að taka öll völdin hjá okkur. En ef við lítum á hitasviðið að þá getum nú ekki kvartað yfir hitanu hjá okkur núna. Hann fór hérna upp í tæp 10 stig á Suðurlandi í dag en það sem gerist nú er að fyrir nú að snúast í norðaustanátt á morgun og þá svona hægt og rólega fyrir að kólna hjá okkur nú næstu dagana. En svona geti Íslandskortið litið út á morgun. Það verður norðaustanátt hjá okkur á morgun. Það má gera ráð fyrir að verði nú einhver strekkingur bæði út frá vestfjörðum og einnig hérna við suðausturströndina. Og það verður líka einnig dálítið væta hérna á hérna norðanverðum vestfjörðunum og einnig hérna á suðausturlandi en annars ætti nú að verða svona skýjað á landinu að mestu en þó að mestu þurrt. Og það er svona hitin svona að vera að síga hægt og rólega niður á bóginn og seinni partinn þá verður þetta svona víða í kringum svona 4-5 stig hérna sunnanvert landið og eitthvað lægra hérna norðan til og síðan annað kvöld förum við nú að fara að sjá svona að fara að frysta nokkuð víða. En á sunnudeginum er gert ráð fyrir því að það verði farið að létta verulega til hérna landið vestanvert, verði léttskýjað eða jafnvel heiðskýrt. Nú hérna austanvert landið er aftur á móti gert ráð fyrir að verði þungbúið og gæti orðið einhver snjó eða slituél. En það verður svona farið að kólna hérna, verður frost hérna landið norðanvert en hitatölurnar svona rétt fyrir ofan frostmarkið yfir hádaginn sunnanlands. Nú síðan á mánudeginum að þá sjáum við nú ekki mikla breytingar. Áfram verður bjart landið vestanvert, léttskýjað eða jafnvel heiðskýrt. Hitatölurnar svona rétt yfir frostmarkinu en austan til aftur á móti gert ráð fyrir að verði þungbúið og áfram einhver svona dálítil væta allra austast. Nú á þriðjudeginum að þá er aftur á móti hæðarsvæðið komið hérna yfir landið, þá verður orðið hægbreytilega austlæga átt hjá okkur, væntanlega orðið léttskýjað allt land, en það verður væntanlega orðið þá frost allt land hjá okkur. En við skulum líta aðeins til Evrópu og sjá hvað er í kortunum þar. Það er nú lagð hérna að koma inn á Bretlandseyjar og það verður rignir þar víða á morgun og síðan nú háþrýstisvæði yfir Austur-Evrópu og það er suðlægar átt hérna sem að stjórna veðrinu hérna á Norðurlöndunum. Það verður því svona fremur milt og þurrt á þeim slóðum. Ef við förum síðan suður á bóginn að þá er nú háþrýstisvæði það teygir svona hérna yfir Balkanskagann þannig að þar má nú gera ráð fyrir að verði fínasta veður sól og hitatölur svona í meðallagi en það er aftur á móti úrkomusvæði sem er á leiðinni hérna austur á bóginn og það má gera ráð fyrir því að það rigni hraustlega á norður Ítalíu á morgun og síðan einnig alla Ítalíu annað kvöld. En á Íberíuskaganum verður nú farið að létta til á morgunni þegar þessi skil hérna verða komin yfir. Það verður nú samt svona fremur svalt í fremur svona stífri norðanáttinni. Síðan verður nú einnig talsvert mikil úrkoma hérna áfram í Suður-Frakklandi en eitthvað minna norðan til. Ef við förum vestur hafa þá er aftur á móti mjög kalt hérna loft sem að streymir hérna úr norðri frá Kanada hérna á norðausturströndina og verður ekki 6 stiga hiti í New York. Síðan höfu úrkomusvæði hérna í Suðurríkjunum sem að valda talsverðri úrkomu en við vestan til er aftur á móti þurrt og bjart og hitatölur svona yfir meðallagi. En á morgun hjá okkur er gert ráð fyrir austlægri átt, einhver úrkoma bæði norðvestan til og hérna við suðausturströndina og það verður svona fremur kólandi veður hjá okkur framundan. Svona segja þetta gott að vera í kvöld. Verið sæl.